Árið 1991 sneri Alfreð Gíslason aftur til KA eftir atvinnumennsku í handbolta. Hann var ekki einungis þjálfari og leikmaður meistaraflokks karla, heldur einnig framkvæmdastjóri félagsins. Alfreð gjörbreytti handboltanum á Akureyri. KA-liðið 96 var ógnvænlegt. Ég held að það sé kannski besta orðið til að lýsa þeim. Alfreð Erlingur, þeir voru alltaf að spila þá þessum tíma og þetta var hörku mannskapur. Leo á línunni, Jóhann Gunnar í horninu og þessir KA-strákar sem voru stórt hjarta fyrir félaginu, síðan svona einn vanmetinn leikmaður, Erlingur Kristjáns. Patti maður var náttúrulega með handaför eftir hann sko, lengi, og svo náttúrulega Dúra Nóna var náttúrulega bara eitthvað allt annað level. Og náttúrulega þessi vöðvaþræðir í þessum kúpumönnum náttúrulega bara eitthvað allt annað element. Og ég myndi segja best, það er ekki svona hálfatvinnulið sem Ísland hefur átt. Þetta hefur verið mitt atvinnutæki í 8 ár. Undir stjórn Alfreðs Gíslasonar vaknaði geysilegur handboltaáhugi á Akureyri og var fullt út úr dyrum á flestum heimaleikjum liðsins. Jóhann Ingi Gunnarsson þekkti vel til Alfreðs. Ég náttúrulega upphaflega að teka hann inn í yngri landsliðum. Ég hafði heyrt að þessum gutta fyrir norðan. Hann var sterkur og stæðilegur og ég sá það, hann var svona bara náttúrulega sterkur. Ég held ég hef aldrei látið hann lyfta til dæmis. Hann þurfti þess ekki, hann var bara svona sterkur. Ólafur gefur á Alfreð og Alfreð upp með skot og mark! En hann var mjög námsfús. Ég man hann kunni ekki alveg að finta, þannig ég kenndi honum svona ákveðna að við kölluðum pólska fintan. Svo frétti ég að mörgum árum seinna þá hafði hann farið heim og æft heim í stofu. Og foreldrarnir hringdu í mig sem hann væri búinn að rústa allri stofunni. Þegar hann var búinn að finta pappa sem múrarann kvöld eftir kvöld. Fæddist ekki með hæfileikana en æfði vel og byrjaði seint. Og í rauninni með á hvað hann byrjaði seint, það var alveg ótrúlegt hvað hann var góður og náði miklum árangri, ekki bara hér á landi, heldur erlendis líka. Hann náttúrulega bara gjörbylti handboltanum. Hann náttúrulega var klókur og náði til sín góða leikmenn, pluss það að hann náttúrulega færasti þjálfari sem við höfum átt. Hann reif upp bara allt bæjarfélagið, myndi ég segja. Það var allt þarna á hvolfi þegar hann var og allir með og allir að fylgjast með. Mjög erfiður heimavöllur að koma á fyrir önnur lið og það er það sem Alfreð býr til, að næra að búa til mikla samstöðu kringum sig og það er það sem gerist hann. Hann hafði náttúrulega mikið að gera á þeim tíma, hann var í mörgu öðru og ég meina hann var með þarna veitingastæðin Pollinn og hann var að vinna hjá tryggingamiðstöðinni, síðan var hann með líkamsræktarstöð og stóra fjölskyldu, svo það var nóg í gangi hjá kallinum. Hann tekur hingað til lands Julián Dúra Nóna sem var náttúrulega og gerir hann íslenskur ríkisborgara og það var algjör líkill atriði fyrir KA. Með Dúra Nóna í skyttustöðinni sem var náttúrulega kom þarna eins og bara sending af himnum. Þegar Dúra Nóna kom þá var hann ekki búinn að spila handbolta í 1 ár eða 1,5 ár og ég held hann hafi verið að vinna sem dyravörður á diskotek í Argentínu. Ég man vel þegar hann kom fyrst þarna á æfingarnar að hvað hann var í skelfilega slöku formi og ég man það að maður var efins allan undirbúninginn en síðan kom fyrsti leikur í höllina á móti KR og eftir þann leik þá held ég að allir þessi efi hafi horfið. Hann var með 13 mörk og 14 af 15 skotum og langbesti maður vallarins. Ég man alltaf bara að maður gat aldrei nálægt í að stoppa hann í einu en einu, en auðvitað vantaði hann kannski handboltaskilning og allt það en físísk handbolti var eins og brennubolti í hendur á honum. Árið 1995 hampaði KA fyrsta bikarmeistaratitlinum í sögu félagsins eftir ótrúlegan úrslitaleik gegn Val. Stemningin í Laugardalshöll var einstök. Einn leikmanna KA, Patrekur Jóhannesson, vildi ekki vera minni maður en stuðningsmenn KA og ákvað fyrir leikinn að lita hárið í KA-litunum. Það getur vel verið að ég hafi bara, þetta var þannig, já, ég ætlaði að lita það einhvern veginn og það bara örugglega varð einhvern veginn fjólublátt eða eitthvað og ég var að taka það allt af og ég meina, ég er mjög ánægður með það, þetta er það sem ég noti í dag og er bara sáttur. Alfreð, Patrekur, og hann skorar! Patrekur Jóhannesson ágreinilega kláraði þetta fyrir KA-menn. Og það var þetta sem var svo sérstakt fyrir KA, það var þessi ótrúlega stemming sem myndaðist í kringum þetta lið. Árið 1996 mætti KA-liðið Víkingi í úrslitaleik bikarkeppninnar. Freyleifur og Árni mjög alltaf
Karl og glæsilegt mark hjá Árna Friðleifssyni. Ykkur, til varnar. Dúranóna upp í loft með skot og í spönginni. 6 mark hjá Dúranóna. Og Friðleifur og Birgir. Og Birgir að vera í gegn og Birgir Sigurðsson rífur sig hér í gegnum vörnina. Dúranóna, hann með skot og þetta meistarlega gert. Áður að komast 3 mörkum yfir núna. Patrekur og Jóhann Gunnar og Jóhann í gegn og skorar. KA-menn eru hér komnir með vísifingurinn á byggarinn. Knattspyrnufélag Akureyrar bikarmeistari handknattleik 1996. Hér kemur Erlingur Kristjánsson og lyftir bikarnum. KA-menn voru ekki hættir þegar þeir höfðu tryggt sér bikarmeistaratitilinn annað árið í röð. Þeir urðu einnig deildarmeistarar í fyrsta sinn í sögu félagsins. Það má segja að hinn raunverulegi úrslitaleikur hafi verið síðari leikur KA og Vals á Akureyri. Patrekur Jóhannesson tók vítakast nokkrum sekúndum fyrir leikslok og vippaði yfir Guðmund Hrafnkelsson markvörð Vals. Hvernig dettur í hug að vippa yfir Guðmund Hrafnkelsson á loka sekúndum? Alfreð sagði mér að skjóta fast í horninu einhvers staðar en hann kom svo framalega, það var ekkert annað að gera og vinna tíma líka eins og Biggi Sig sagði hérna árin líka. Í úrslitakeppninni komst KA í krappan dans gegn Selfossi en tókst að lokum að komast í undanúrslit. Dúranóna var óstöðvandi og skoraði 11 mörk í oddaleiknum á Akureyri. FH-ingar voru auðvelt bráð fyrir KA í undanúrslitum og þurftu norðanmenn aðeins 2 leiki til að slá Hafnfirðinga úr keppni. Enn og aftur voru Valsmenn mótherjar í úrslitum. Tap í úrslitum Íslandsmótsins árið áður var KA-mönnum í fersku minni. Dagur á sennilega að skjóta, í gegn og skorar! Og Sannur skorar! Og þegar þeir töpuðu úrslitaleiknum á Hlíðarenda, þá er það 3. skipti sem hann lendir í öðru sæti. Og þegar hann í viðtalinu við mig og þá segir hann, Sigmundur, ég kom ekki hingað á Hlíðarenda til að sækja þennan pening. Og ég sagði nei, ég gerir mig grein fyrir því. Og hann tók hann og henti honum. Hann bara flaug upp í áhorfendabekki. Árið 1996 voru KA-menn staðráðnir í að ná Íslandsmeistaratitlinum úr höndum Valsmanna. Eftir tap fyrir sterku liði Vals í fyrstu 2 viðureiknunum var komið að 3. leik liðana á Akureyri. Jóhann Gunnar. Dúranóna upp í lofti með skot og skorar. Dúranóna skorar 10. markið sitt. Erlingur á miðjunni. Dúranóna. Og Dúranóna lyftir sér upp með skot og skorar. Og nú hann farin að fagna eins og hann hefur verið að gera. Atli Þór Samúelsson. Og Atli Þór reynir að fara í gegn og gerir það og skorar. Atli Þór Samúelsson skorar hér. Tíminn er búinn. 28, 26. Ég man alltaf, ég skildi aldrei okkur eins og Dúranóna sko, sem var svona 30 kílóa þyngri en ég og massari sko. Þannig að ég geta að fara í gegnum mig hvenær sem hann vildi sko. Og mér fannst þér alltaf einhvern veginn eiga að vera betri en við. KA gat jafnað einvígið í 4. leik liðana. Leikurinn fór fram fyrir troðfullu húsi í Laugardalshöll. Og Dúranóna, hann skorar! Eldsnöggt! Og Ólafur Stefánsson stelur boltanum af Valsmönnum, af KA-mönnum og Valsmenn koma 4 og Jón Kristjánsson skorar. Þá koma KA-menn, geta þeir þetta ennþá. Það er eftir ennþá 21 mínútur tæp. Patrekur með skot á mark! Patrekur skorar hér glæsilegt mark. Hilmar, Dúranóna. Og hann með sendinguna Björgvin. Og Björgvin Björgvinsson skorar 1. mark sitt í leiknum. Erlingur, Patrekur og Guðmundur Hrafnkelsson. Guðmundur Hrafnkelsson. Og það tryggist alveg salurinn. Íslandsmeistarar á 1996 eru Valsmenn. Þegar Alfreð Gíslason gekk til liðs við KA, braut liðið blað í sögu handboltans á Akureyri. Árið 1995 varð liðið bikarmeistari í fyrsta skipti og endurtók leikinn ári síðar eftir glæsilegan sigur á Víkingi í úrslitum. Sama ár varð liðið deildarmeistari en tapaði fyrir hinu geysisterka liði Vals í úrslitum Íslandsmótsins. Árið 1997 hömpuðu norðanmenn svo Íslandsmeistaratitlinum í fyrsta skipti eftir sigur og afturheldingu. Lið KA er eitt af þeim bestu.
Það eru fullt af góðum liðum sem hafa verið gegnum tíðina og erfitt fyrir mig að svara því en auðvitað bara segi ég það sem ég var, það sem ég var með K.A. Ef að þessi peningur eins og var settur í á þessum tíma, ef að þessi stóru klúbbar hérna væri tilbúin að fara svona, að þá er ótrúlega auðvelt að komast aftur í þessa stöðu að vera topp 8 í Evrópu, en það þarf þor. Draumaliðið mitt er Guðjón Valur í vinstra horninu, ég er vinstra megin, Dagur er á miðjunni, Óli Stef hægra megin, Valdi Gríms í horninu, Geiri Sveins á línu og í markinu Sigmar Þraustur og Ellingur skipti við Óla Vörn og svo Kristjáns. Þannig er draumaliðið mitt.